Ingi, ykkur er spáð 5. sæti í Dominós-deild kvenna. Er það spá sem að finnst ykkur rétt með þessi spá? Ég held að það sé mjög erfitt að spá fyrir þessi efstu 6 svona fyrirfram með undirbúningsleikina og ég sá nú ekki, ég bara man ekki hvernig stigin voru, hvort við vorum afgerandi í 5. eða eitthvað, en spáin er alltaf bara skemmtileg og bara gott að nota þetta til að nota sig í markmiða vinnuna okkar. Þannig að við klárum að nýtum okkur þetta. Þið missið náttúrulega stóra leikmenn í barnaleyfi og annað. Fáið náttúrulega mjög góðan erlenda leikmann aftur. Hvernig líst þér á leikmannhópinn sem með í höndunum núna? Já, við erum með mikið breiðan hóp frá fyrra og það er klart mál að við erum ekki með stóran kjarna eins og í fyrra. Við erum með bara, það má lítið út að breiða hjá okkur til þess að við lendum bara í vandræðum, en ég hef bara trú á þessum hóp og það er góður mórall í hópnum og enn betri mórall eftir að Kristinn kom. Hún er algjör fagmaður í bæði korfu og utanvallar, þannig að hún er bara, hún gefur okkur svona auka, hún gefur mikið traust og bara mjög góður leikmaður. Þið er búin að fara í úrslitakeppni í 4 ára í röð og nú er ykkur spáð ekki úrslitakeppni. Sér þið fram á einhvern annan veruleika hjá liðinu núna? Já, okkar markmið er klárlega að komast í úrslitakeppnina og þegar maður er komið þangað þá getur allt gerst, sko. Liðin, mér finnst deildin bara svona fyrirfram ef maður horfa, það er bara mjög jöfn. Keflvíkingarnir líta mjög vel út og eru mjög sprækkar. Hafa það umfram önnur lið að þeir eru nánast óbreytt lið og bara með sprækkari kanna ef eitthvað er bara fyrra, þannig að Valur búinn að styrkja sig mikið, Stjarnan að fá okkar tilbaka. Þetta verður bara rock og roll og skemmtilegt, þannig að þetta verður mjög hörð baráttur, en okkar markmið er klárt að við ætlum að koma okkur í úrslitakeppnina. Aðeins karlaliðið í lokin sem spilið í fyrstu deild karla í komandi tímabili og þar er ykkur spáð 4. og 5. sæti? 7. sæti fyrirgefðu. Það er náttúrulega kannski ekki það er nýr veruleiki fyrir ykkur ef þið eruð það leyti. Fyrir mig, ég hef aldrei þjálfað í fyrstu deild, ég er mjög spenntur fyrir því. Fyrir Snæfell þá náttúrulega sá ég á spánni, ég man það voru 3 stigum frá því að lenda bara í 8. sæti, næst síðasta sæti. Og þegar maður horfir á fyrstu deildina þá eru svona kannski fyrirfram Skallagrímur og Breiðablik kannski 2 sterkustu liðin. Vestri verður ekki svona niðarlega, þeir eru mjög fínir, flottir. En ég held að svona flest liðin verða að reyta sigra á hvort öðru og svo bara snýst þetta að ná balans og jafnvægi í liðið. Við erum svona líkt eins og með kvennaliðið, við erum með mjög breitt lið og leikmannahópurinn er okkar sem og áhorfendur og stuðningsmenn. Þau eru alltaf bara að gera sér grein fyrir því að það er bara allt annað í gangi hjá karlaliðinu heldur en hefur verið og það er bara ungi menn sem eru að stíga sín fyrsta skref og læra hvernig það á að vera í meistaraflokki og í kringum liðið og svoleiðis. Þannig að þeir þurfa að klappa bakið og fá stuðning til þess að búa til gott lið til framtíðina.